Góða kvöldið skulnar og velkomin í Gamesýruna. Það er 50. kvöld, 25. júní. Mér langar að taka hérna eina stutta Gamesýru því ég var að koma af Disclosure Day Round 2. Ég semst fór á þessa kvikmynd, Steven Spielberg, í annað skiptið með konunum minni sem sko vanalega sofnar í bíó. Ég ætla að svona verður þreytt og finnst bíó oft svona freka þreytandi. En hérna var hún spennt. Hún var að sjá hana fyrst skiptið og ég semst fór á hana núna í annað skiptið og ég tók eftir dítilum og mér fannst myndin flott og áhrifamikil. Það er bara þannig. Ásetningurinn ennþá og forsendur þessara kvikmyndar er ennþá óljós. Sko, mér langar aðeins að fara yfir þetta hérna, sko, þetta fyrirtæki hana í myndinni, Vortex. Þetta er bara tákgrænt fyrir þessi fyrirtæki Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon og fleiri. Þessir einkaverktakar sem virðast hafa ráðið yfir málaflokknum alveg síðustu 79 ár allavega. Og það sem sagt að kemur svo sjúklega skýrt fram þarna í einu atriði í myndinni, sko, það sem að þetta er rauninni eina atriði í myndinni það sem að ríkisrekin djúpríkisarmur kemur hérna fram sem sagt í samskiptum við forsvara Vortex og það bara kemur svo skýrt fram í myndina þeir hafa bara ekkert vald og ekkert vægi í neinum ákvarðanatökum og mér finnst það mjög áhugavert. En annars var ekkert minnst á sem sagt, ríkisreknar djúpríkisstofnanir í þessari mynd. Þetta var allt bara einhverjir einkaverktakar og mér finnst sjúklega athyglisvert. Svona ef maður víkur að raunveruleikanum að á meðan allir þessari uppljóstrunar disclosure sveiflu, á meðan að hún hefur staðið og þá erum við að tala bara allavega svona í nútíma samhengi og þá er ég að miða við síðan 2017 þegar þessi New York Times grein kemur út í desember 2017 með þessum myndböndum Tic-Tac, Go Fast og Gimbal myndböndum sem svo Pentagon staðfesti 2 árum seinna væru raunveruleg myndbönd. Síðan að þessi frétt kemur út síðan þessara fyrstu svona alvöru yfirheyslu sem að vöktu gríðarlega athygli júlí 2023. Það var semst, þá kom Ryan Graves, David Fravor og David Grush fram með náttúrulega bara ótrúlega sögur. Og síðan þá, allir þessir uppljóstrarar, öll þessi viðtöl, allar þessar stað- og alhæfingar, einstaklinga þáttöku þessara einkaverktaka og það sem mér finnst sjúklega merkilegt og ég trúi mér, ég fylgist með þessu í þaula að á öllum þessum tíma þá hefur ekki heyrst múkk í þessum einkaverktökum. Ekki Northrop, ekki Boeing, ekki Lockheed, ekki Raytheon, Skunk Works. Það hefur ekkert heyrst í þeim, ekki neitt. Engin viðtöl, engar yfirlýsingar þar sem þeir neita þáttöku né játa aðild. Ekkert. Þögn. Dead silence. Og núna er það nýjasta frá Eric Burleson að hann er ósáttu við að þessir einkaverktakar sko, munu komast upp með þetta til lengdar. Þannig að hann er búinn að stefna öllum þessum verktökum til þess að mæta og bera vitni undir eið og það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því. Mér langar líka að benda á annað, nú var þetta Steven Spielberg mynd og það hann hefur komið fram í viðtölum og sagt, ég er ekki með neina sérstaka innsýn eða ég er ekki búin að fá neina hjálp frá djúpríkinu til þess að leiðbeina mér hvað varðar efni og hvað ég má segja og hvað ekki eða hvað ég á að segja, hvað á að koma fram. En eins og ég sagði hérna held ég í þættinum í gær þá eru einstaklingar þarna úti, sem sagt kvikmyndaframleiðendur sem að segjast 100% hafa vissu og það, eða vitneskju, að Steven Spielberg sé búin að njóta handleiðslu
ríkis í öllum þessum myndum. Og mér langar að sýna ykkur eitt hérna. Hérna sjáu þið einhverja kassa. Þetta er Lockheed Martin kassi, Fragile. Þetta er eitthvað brothætt þarna í kassanum, eitthvað tækjabúnaður og eitthvað drasl. Og þarna einhverjir kallar í sloppum að flytja kassan og bera hann á milli. Vitið þið hvaða ljósmynd þetta er sem þið eru að horfa á? Ég get sagt ykkur það. Þetta er lítill, skemmtilegu detail sem að ekki margir kannski hafa eða tóku eftir árið 1977 þegar að kvikmyndin Close Encounters of the Third Kind kemur út eftir engan annan en Steven Spielberg. Og sko hérna, það er þessi hérna Close Encounters. Hún kemur út 1977 og það er semst í þessu atriði hérna, þetta er loka atriði þegar að the mothership kemur hérna bara og lendir upp á einhverjum fjallstopp og þarna koma fram einstaklingar sem að eru byggðir á sem sagt alvöru karakterum, Jack Vallee til dæmis sem að hefur alltaf verið svona beggja megin við borðið og það skal tekið fram að hann hvað heit hann Hynek hvað heit hann í fornafni, ég man það ekki. Hann Hynek sem að stýrði sko Project Blue Book í bara einhver 15 ár sem að er bara opinbert djúpríkis rannsóknar UFO deild eða teimi á vegum bandarísku ríkisstjórnarinnar og hann Hynek lék auka atriði þessari mynd. En þetta er sem sagt úr atriði í myndinni, Lockheed. Og þetta er svona myndavélin svona zoomar eða svona panar eða hvað það nú heitir bara rétt fram hjá kassanum, þetta er rétt sést sko. En þarna eru þeir að gera sér tilbúnir fyrir sem sagt þennan hitting upp á fjallstoppinum. Áhugavert. Og svo er það annað mál sem ég langar líka aðeins að ávarpa. Og það er að sko kaþólska kirkjan, hún kemur þarna við sögu í myndinni. Og þetta er nunnan, þetta er gamla nunnan, Sister Mora, sem var svo góð, hún var svo rosalega góð og skilningsrík og þroskuð og full af visku. Hún er leikin af Elizabeth Marvel, hún gegnir hérna miklu hlutverki og ég veit ekki alveg út á hvað þetta gengur. En hún kemur hana sem sagt í bara forsvari fyrir kaþólsku kirkjuna. Og kirkjan hana er máluð sem eitthvað svona algjört bara svona religion eða svona trúarlegt safe haven. Og það er eitt atriði hana þegar Jane Blankenship sem leikin er á Eva Hewson, hún er sem sagt kærasta aðalpersonunar í myndinni. Hún sem sagt hafði verið einu sinni á svona reynslutímabili sem nunnan og hún var í samskiptum við hana Sister Mora og hún hringir í hana þegar hún er komin í algjört bara út í heimspekilegt hot hvað hún á að gera við alla þessa geimveruvitnesku. Þannig að hún hringir í hana og varðandi bara svona trúarlega, heimspekilega, sálfræðilega og bara svona móralska ráðgjöf. Og það er hérna eitthvað að verða að vísa í Moses bók og annað og sem sagt, hún fer að spurja Sister Mora hvernig heldur að trúarbröðin eiginlega bregðist við þegar þau frétta þetta. Og Sister Mora einhvern veginn hérna með glerjúin sín tekur þið svona aðeins niður og horfir svona svolítið upp og lítur bara út svona svolítið eins og geimvera, þetta er alveg út úr pælt sko. Hún segir þetta bara vera svo fallegt og þetta er svo eðlilegt og trúarbröðin myndu fagna ójarnesku lífi og málega þetta atriði var svo grillað því þetta var svo sjúklega skýrt arkitekta hannað til forritunar á þeim hugmyndum sem við þetta höfum sem sagt í samhengi við disclosure og þá í samhengi við trúarbrögð. Þetta var sko óvéfenglega skýrt altså bara hver tilgangur þessa atriðis var. Og sko þess má geta að 7. maí þá var þessi myndtekin. Þetta er engin annar en Marco Rubio sem by the way hann er sem sagt þarna utanríkisráðherra. Þið tekið 7. maí núna
á þessu ári. Í haust þá kom Mark Rubio fram í kvikmyndinni eða heimildamyndinni sem sagt Age of Disclosure eftir Dan Farah, það sem að bara allir þessi top dogs komu þarna fram, allir þessi aðal uppljóstrarar, allavega þeir sem ennþá eru með security clearance innan ríkis, og þeir bara játuðu bara þarna við værum bara í alvörun að díla við bara raunverulegan málaflokk. Og meiri segja Mark Rubio, hann kemur sem sagt fram í þessari mynd og er að tala UFOs yfir svona viðkvæmum hernaðarsvæðum og blati. En hann sem sagt þarna 7. maí á þessu ári að kíkja í heimsókn í Vatikanið, hitta páfann, sem by the way Bandaríkjamaður. Og það sem athyglisvert við þennan fund að hafa svona frekar óljóst hvert tilefnið var, en 8. maí sem sagt daginn eftir þá kom fyrsta gagnadropp frá DOW eða Department of War. Það sem sagt sólarhring eftir að Mark Rubio var þarna að heimsækja páfann, kjafta við páfann, þá þarna kemur fyrsta gagnadroppið. Svolítið dularfullt. En þarna, kids, eins og George Bush Jr. sagði einu sinni svo snildalega í pontu. Hann sagði, fool me once, fool me twice, never fool me again. Það var eitthvað álíka. Hann tók eitthvað svona málsátt og bara algjörlega kúkaði upp á bak, því maðurinn er náttúrulega þöngulhaus. Elsku George Bush Jr. En ekki láta ykkur blekkjast. Ekki blekkjast að þessari vitleysu. Þetta er góð mynd. Þetta er fínasta afþreying. Þetta er Steven Spielberg. Og bara gott stuð. En það er eitthvað sketchy. Það er eitthvað sketchy. Ég veit bara ekki hvað það er. Ég er ekki átt að með á því, maður. Þú veist, í þarna eru geimverurnar mála sem eitthvað svona bara endurkoma Jesú Krist nánast, skilurðu. Þú veist, bara eitthvað Messias mættur, higher intelligence, og eitthvað bara tekur hann bara, þú veist, eitthvað svona yfirvofandi bara, þú veist, kjarnorku styrjöld. Það var að tala sérst í myndinni að þetta væri alvarlegasta staða innan Bandaríkjanna á sérst í utanríkismálum síðan í Kúbudeilunni, þú veist, þegar Rússar voru að setja upp kjarnorkuvopn bara, þú veist, í bakgarðinum í Flóridaskaganum, hérna bara á Kúbu. Þú veist, þannig að, og þarna svo komu bara geimverurnar og allir bara eitthvað, sjúklega hissa, og svo bara í kjölfarið þá bara, þú veist, leggja allir niður vopnin sín, skilurðu. Þannig að, þú veist, hvað er verið að boða hérna? Er verið að búa til eitthvað fallega narratífi sem á svo snú upp í angurinn sína, eða eru við raunverulega að tala að það á að fara að vinna með okkur af heilindum? Who knows? Ég veit það ekki. Lokaatriðið. Það er áhugavert að spá í því. Og fyrir þau eitthvað sem ekki hafa séð myndina, þá skuluð bara slökkva núna. Því I'm gonna say it anyway. Þetta er spoiler. En sem sagt, geimveran hann búin að hvísla einhverju í eyrað á henni Blunt þarna, og hún bara lappar upp á pontu þar sem hún er bara í beinni útsendingu, og því hún er búin að heyra sem sagt eitthvað sem geimveran hafði sagt við hana. Hún segir bara listen. Og hvað á manneskjan við? Það gerist, það er ekkert í þessari mynd af tilviljun, ekki neitt. Hvað er hún að meina? Hlustið. Það er auðvitað að túlka þetta á alla vegu. Ég get sagt ykkur að hlustið á geimsýruna, hlustið á innsæð ykkar. Veist, þetta er aldrei government disclosure, þetta er people disclosure. Þannig að þá verðið þið að fara að horfa inn á við og hlusta inn á við. Því sannleikurinn er til staðar í okkur. Hvað eigum við að hlusta á?
hvaða miðla eigum við að hlusta á, hvaða einstaklinga eigum við að hlusta á, veist, og ég hlusta á Gísla Martin á föstudögum, fréttir á RÚV í línulegri dagskrá, góð spurning, og ég hlusta á Samstöðuna, og ég hlusta á broadcastið, hvað á ég að hlusta á? Hvað er raunverulega í gangi? Listen. Hver og einn verður að finna svörin við þessum spurningum. Herraskunnar, ég vildi bara dömpa þess á okkur. Þetta var sem sagt Disclosure Day, round 2, frábær ræma. Mér fannst eiginlega meira spennandi í þetta skipti heldur en í fyrra skiptið. Og mér fannst einhvern veginn geta setið bara svona afslappaðar í mér og bara svona notið myndarana betur en ég gerði í fyrra skiptið. Já, og by the way, bara sambíóin, takk fyrir boðið maður. Ótrúlega rösnalegt af okkur. Fallegt að bjóða mér, hafa mig í huga. Ég naut mín í kvöld með konunni minni, svo leittust út úr bíó, alveg hönd í hönd. Mér fannst rosa gaman að deila þessu með konunni minni. Kona mín er búin að vera með mér í 28 ár og þar af svona, já, síðustu 7 virðist kallinn vera í alvarlegri UFO þráhyggju þótt að það er vægt til orða tekið. Þannig að mér var gaman að deila þessu mómenti með minni elskulegu húsfrú. Herraskunnar, þið ráðu hvort þið followu geimsýruna á TikTok, það er UFO geimsýran, eða YouTube, það er Þvottahúsið geimsýran, og svo getið þið fylgt mér á Facebook undir nafninu Gunnar Dan, og þar er öllum þessum þáttum deilt sem Reels. Þetta er næst, þykir vænt ykkur, namaste.